Þú ert að hlusta á Fortíðarsamtal fyrir framtíðina, samstarfsverkefni Náttúrustofu Suðausturlands og Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar, styrkt af Sambandi sunnlenskra sveitarfélaga. Fortíðarsamtal fyrir framtíðina er 4 þátta röð viðtala við eldri konur á Suðausturlandi. Ætluðum til að varðveita sögu þeirra, rödd og upplifun á náttúrunni og breytingum hennar. Í þessum fyrsta þætti heyrum við sögu Elínborgar Pálsdóttur í viðtali teknu af Kristínu Hermannsdóttur og Snævari Guðmundssyni. Ef við byrjum bara á að þú segir okkur hvað þú heitir og hvar og hvenær þú ert fædd. Já, Elínborg Pálsdóttir, Elínborg Sædís Pálsdóttir. Já. Já, ég fædd 3. september 23. Og hvar ertu fædd? Ég fædd á Böðarshólum í Vesturhópi. Í Vesturhópi? Vesturhópi var kall sagt. Já. Og hvað var? Böðarshóla og næsti bær var Grund fyrir norðan, en fyrir sunnan var, ég ætla ekki að segja. Já. Og hvað varstu lengi þar? Ég fædd 23, en það var 29 sem foreldrar minni fluttu söður. Faðir minn var lúnaveikur, hann var búinn að vera á Vífilsstöðum og var með berkla. Sem voru þá bara landlægir. Já. Já, þið vitið það alltaf betur við ég. Nei, alls ekki. Nei, já. En við vitum það alls ekki betur. Og móðir þeirra, amma minn sem sé, hún var smitberinn. Já. Og hvert fluttuðu þá? Og hvert? Þá fluttu við fyrst í Ég man svona óglagt eftir einstökum atvikum, einhver samhangandi. Já. Það var flutt í Sogabyrna. Í Reykjavík? Já, það var bara smájarðir. Já. Búskapur með 5-6 fáeinar kindur og 1 kú. Hvað varstu lengi í Reykjavík? Hvað bjóstu lengi í Reykjavík? Ég bjóð þar þátti fór hingað. Já. Já, fyrst voru foreldrar minni bjuggu í smábúskap í Sogabyrni. Það var óbyggt, það var bara smábýli með 1-2 kýr og nokkrar kindur. Og ég man eftir 1930 þegar við vorum að telja bílana sem fóru austur á Þingvöll. Já. En þegar þú talar smá bíli, já, hvað er það? Já, það voru svona, minnst 1 eða 2 kýr. Já. Og nokkra kindur, minni mig. Og var það algengt á þessum árum að fólk væri með smábíla? Já, það var, ég man næsta bíli fyrir austan, minnum mig heita Brekka. Og austan megin Grund. Og svo var Sogahlíð. Já. Sem hún var fyrir, það var eiginlega hringvegur svona, og aðalvegur austur lá í lagðinni. Já. Og svo var Kleppsholtið hinum megin, og það geta ekki verið. Jú, það passar. Já, já. Ég man þetta. Já. Og hvaða En eins og ég segi, ég hægt að treysta á mig. Það er allt í lagi, bara gaman að heyra þig rifja þetta upp. Hvaða ár fluttur þú hingað? Ég kom fyrst hingað 44 ástæðisárum. Já. Og þá fór ég með herðabröð, skipið sem fór Já, strandferðast. Strandskip.
Og það fór framhjá, ósinn var ófær og ég fór í land á Djúpavogi og það var farið á, á bíl sumstaðar og svo yfir átna var farið á hestum, það var allt óbrúað og svo gengið, ég man ekki gekk upp Lónsöðuna. Já. Niður heimveginn. Já. Varstu þá búin að kynnast? Nei, þá, bróðir minn, hann var símamaður og lærði síman fyrst að hann kom hérna og var í því og svo endan sem að símstöðvarstjóri hérna, fyrsti símstöðvarstjórin hérna á síman. Já. Hvað hét hann? Hann hét Guðmundur. Og varst að koma að heimsækja hann eða? Já, ég kom til hans. Já. Og og hann giftist hérna, Katrínu Gísladóttir. Já. Og Grímsstöðum, frá Grímsstöðum, það var bara næstu bara við símstöðina. Já, já. Ekkert verið að fara á langt. Nei. En hvenær kynnist þú þá Svo kem ég Benedikt eða Benda? Og svo hérna skal ég segja, var ég hjá Guðmundi fyrst þegar ég kom hérna og ég náttúrulega þekkti engan og símstöðin á hæð og það aðalgatan kemur eiginlega beint að austan, já bara eins og núna. Já. Og fólk sem var að vinna við kom eftir göttunni, sko, ég sá það alltaf koma heim í mat og svo þess. Já. Og svo segja þennan mann, hann átti heim á Vegamótum, það var næsta hús við símstöðina og hann gekk hérna alltaf heim og hann var nú klæddur svona svolítið sveitarlegur. Og bara heima gerðu skó sem að, þú hefur kannski eitt aðra skó sem undan, hann var hérna fatlaður. Já, hér á og hann bjóð til skó úr hérna bíldekkjum. Já. Minni mig. En þið er bara fyrirgefið ef ég er að skálda eitthvað. Það er allt í góðu líka. Ef það kryddar söguna þá er það bara betra. Og svo stend ég við gluggann á símstöðinni og brekka niður á veginn og Vegamót næstu bara við símstöðina og ég sé þeirra menn koma og þá finnst mér vera hvíslað að mér þetta verður maðurinn minn. Já. Og svo ég stundum að hugsa það að hvort ég hef farið eftir þessu eða bara tilfinning kom. Já. Hvaða ár er þetta? Bara fljótlega eftir þú kemur? Þetta á stríðsárum, það er 43 eða 4, ég man það. Já. En hvar bjuggu þið svo? En svo hérna, svo flytti ég hérna austur, ég kem með Herðubreið og hún fyrir náttúrulega, já, ég man ekki hvort hún fór frá ég ætla ekki að segja. Nei. En, já, þú fórst aftur og komst fluttir svo alveg seinna. Já, ég var heila vetur sko heima fyrir sumar. Já. Og viðaði svona að mér í búið. Já. En þú ert bara rétt rúmlega 20 þarna? Já. Já. En það var 8 ára munur á hjólunum. Var hann eldri? Hann var eldri. Já, talsvert eldri þá. Og ætti eftir Suðursveitinni. Já. Og Sléttalindi. Já. Sléttalindi. Þið veitu hvað það er? Já. Hérna, segðu mér eitt, þegar þú komst hérna fyrsta sinni, hvernig fórstu yfir Almannaskarð? Fórstu á Hestbakki eða Akandi? Í skarðinu? Í skarðið? Já, það var sumstaðar, var farið á hestum, en ég held ég gengið yfir skarðið, ég held örugglega. Já.
og gengið sko sumstaðar en svo voru farið á hestum yfir átna. En, Ég hef örugglega ekki neinum bát. nei. En hvað bjugguð þið svo hér á Höfn? Við leigðum nú íbúð í á Hól, hjá Guðrúnu. Er Hóll hér? Hún átti húsið. Já. En þið bjugguð svo niður á Ránarslóð lengi vel. Byggðu þið það hús? Já, við fyrst byggum við þarna sko og þá bara með garðseldavél, 2,5 og svo var tvegið niðri í þegar þóðu tvart, þá var við já, bara maður vatn í bala og hitaði svona á gas, 2,5 gas í vatn til þess að stórum potti til þess að þvo. Það sem þurft að sko þvo svoleiðis. Já. Svo hvítan þvott og svoleiðis. Já. En við hvað hefurðu helst starfað svona í gegnum tíðina? Húsmóðir eða? Já, maður var alltaf í vinna í humrinum. Já. Þegar maður, veistu, það var djósandi. Já, en síld? Já, ég var eitthvað í síld. Það var á bryggjunni bara. Já. Og nei, það var hjá honum á Hafðan. Já, út á Leiðarhöfða. Já, já. Út á Leiðarhöfða. Skemmunni sem var þar. Já. Já. Og býttu, já, ok, gáttu þá bátarnir komist? Ha? Gáttu bátarnir rent af þar? Hvar komu bátarnir að bryggju? Ég fyrst leigðum við, þegar ég fór að búa, þá leigðum við á Hól hjá henni Guðrúnu, Nei, ég er að segja ef þú varst að vinna út á Leiðarhöfða, að gera að humri og síld, hvar komu bátarnir að? Þeir komu bara á bryggjunni þarna fyrir framann Miklagarð eða þar? Miklagarð. Já. Já, það sem er núna bara? Já, já. Þar var bryggjan var allt, það var engin bryggja við Leiðarhöfða. Já, má leikja það. Já. En svona utan heimilis, varstu þá í þessari fiskvinnslu eða humri og síld? En Jú, svo var ég lengi með bókasafnið. Já. Minnum mig. Já, ég man eftir því. Já, já. Að þú... Það fannst það gaman. Fannst þið það gaman? Já. Var það svona skemmtilegasta kannski starfið utan heimilis? Já, það held ég. Já. En hvað með áttur ekki eitthvað að börnum? Jú, 5 börn. 5 börn? Og eitthvað hefur þurft að hugsa um þau? Já, byggjulegt. Já. Anna Birna og Þóra, Snæbjörn, Anna Birna elst. Já. Og Þóra næst og Snæbjörn svo. Og svo liðu nokkur ár og þá kom Vésteinn og Páll. Já, Páll er yngstur. Páll er yngstur. Og hann býr hérna austur á... Hann býr upp á Jökuldal. Já. Veit að hann hefur mikið áhuga á fiðrildum og... Já, hann var mikill náttúruspekulant. Já. Og hann var búinn að safna miklu skeljasafni. Já. Því hann vann fyrst í hann, kom alltaf með ísubaka. Það er ekki almennilegur. Nei, jú, þetta er svo gaman. Já. En... Já, var alltaf áhuga á öllu sem
eiginlega viðkemur náttúrunni. Já. Hefði þú þann áhuga líka? Ha, Hefur þú þann áhuga? Já. Og Benti líka? Já, hann var náttúrulega með. Já. Og fóruð þið þá svo litið hérna í nágrenninu? Já. Til fjalla og svona? Já, mikið fjalla. Ég held ég på öll fjöll og alla dali og... Já, en áhugaður. Já. Fram og tilbaka. Fóruð þið að jöklunum? Ha? Fóruð þið eitthvað að jöklunum? Ég fór stundum yfir, sko. Yfir jökul? Yfir jökul, já. Hvar? Ha? Hvar? Til dæmis inn í Hafelsdal og Vígrunum. Já. Já. En ef við hugsum náttúruna Já. og svona einhverja breytingar sem að þú hefur orðið vör við og hefur kannski svona hugsað eitthvað sem breytist sérstaklega frá því að þú kemur fyrst og þangað til kannski núna nýjar eða seinna? Jökull hefur náttúrulega minnkað mikið, sko. Já. Og já, en fuglalífið? Hefur eitthvað sem þú manst að hefur svona, þú hefur hugsað að þetta væri öðruvísi eða skrítið? Nei. Hvað vakti mestan áhuga hjá þér í náttúrunni? Já, ég held að jurtirnar. Jurtirnar? Já. Já. Hvernig, manstu þá eitthvað eftir hvernig var hérna umhorfs á þessum árum? Hvort það hefði aukist gróður? Maður sá þegar það færðist ofar eftir sem jökull. Já, og gróðurinn fylgdi. Já. En hvað með sandana sem voru hér og blésu hér yfir? Já, þeir voru leiðilegir, sko. Ég man þetta var alltaf allir gluggar fullir af svona, já, sandi, má segja. Já. Og ekki nógu þéttir þá. Nei. En hvenær fór það að lagast eða minnka? Því við verðum ekki vör við það í dag. Nei. Já, það var niður. Ég held að byggingar hafi líka, sko, batnað. Já. Og svona eitthvað gróður í görðum líka og... Já. Ég flutti jurtir af, sko, þegar ég var að ganga og tók ég stundu jurtir og fluttaði heim í garð. Og lifðu þær? Og gastu látið þær lifa? Já, flestar held ég. Já. Það Var reynd að velja bara svoleiðis jarðveg undir það, sko. Sumar á vel og aðrar í hérna. Þessi var meira... Blaut. Já. Já. Ég var með steinhæði, sko. Já, bjóstu beðið bara eins og þær... Já, ég reyndi að gera það. Já, einmitt. En ég man eftir að hafa lesið eftir þig og Benta og Bjössa Helsingja þegar þið fundu þá fyrst. Já, ég sé það ennþá fyrir mér. Sérðu það ennþá fyrir þér? Það var að reis upp á litlu af eigunni þarna þegar við komum. Já. Var þetta stemma? Já, var þetta stemmi, já. Já. Ég held það. Já. En þið tókuð eftir þessu? Gengum fram hjá. Já. Og þá reis hann upp af hreiði. Já. Ég minni verið að tekja mynd af þessu. Annars man ég þetta ekki. Já. Voruð þið þá með myndavél með ykkur í svona ferðunum ykkar? Já. Tókuð þið svo litið að myndum í ferðum ykkar? Já, við tókum myndir, já. Já. Eru þær til eða Benedikt, ég gerði nú ekki mikið af því. En eru þær varðveittar einhverstað? Eru þessar myndir varðveittar? Það hljóta að vera einhverstað til.
Já, vonandi. Já, ég veit ekki hvort að Palli, það var bara að spyrja Anni Birnu. Já, væri það Anna Birna eða Palli sem vissu hvað það væri? Já, Palli var alveg fæddur náttúrufræðingur. Já, þannig að hann gæti verið með þær eða vitað þær. Já, ég bara fór ekkert að fullum það. Nei. En það er hljóta að vera til einhvers stað. Já, það væri gaman að sjá þær eitthvað. Gaman að sjá fyrsta Helsingjarhreiðrið. Já, og líka að þið hafa verið að taka myndir á jöklunum og fjöllunum. Það væri mjög gaman að sjá það. Já. En svo á ég nafnusömu. Já. Náttúrulega Nýliborg og Dána. Fyrir austan. Já. Þau eru heima í Eilsu. Já, þau eru að vinna á eða hann er að vinna náttúrustofinni á Neskupstað, hann Hálfdán. Þegar ég held að sjö flutt á Egilsstaði. Já. Hún er alnafna þín. Já. Það er sérst konan hans Hálfdáns. Já. Þau eru mikið náttúrufólk líka. Og hann er mikið að hugsa gæsir og fugla. Já. Alla fugla. Já. En ég man einhvern tímann eftir að hafa heyrt þig segja frá hvar þið voru með kartöflugarð. Manstu hvar þið voru með kartöflugarð þegar þið bjuggu hérna niður á Ránarslóð? Já, það var var það ekki það sem að skúrgarðurinn er núna? Kirkjugarðurinn, nei. Nei. Það var inn í landi. Það var inn í landi. Já, menn höfðu mælt út, flesti voru eina kú eða 2 kýr. Já. Og höfðu, ég bara ekki hvort hvað hektar einni eða hálf. Alltaf ekki verið 1 hektar. Sem fylgdi... Sem að menn höfðu sko til að fá hei af. Já. En svo var kúabitdaginn, hann var allur austan við þjóðveginn, sko. Já. Massa því. Nei, en það er, kúabitdaginn var hann fyrir innan hrossabitdaga? Þjóðveginn inn eftir. Já. Það var allt austan við þjóðveginn. Allt austan við þjóðveginn, kúabitdaginn og, já. En ræktuðu löndin voru vestan við. Já, þau hafa verið hérna og svo er byggðin komin yfir þetta. Svo er byggðin komin yfir þetta. Yfir þetta allt saman núna. Já. En segðu mér, þegar þið voruð að fara til fjalla, hvenær byrjuðu þið á því? Fljótlega það var fljótlega ekki. Og hvernig fóruðu Áttuðu bíl eða voruð á hestum? Við gengum inn, við fórum á bíl það sem hægt var, sko, og það var svo verðum á svolítið sem við verðum á rússajappa. Já. Þótti nú ekki parfínt, en hann komst þetta. Já. Og svo fórum það sem hann komst og svo var bara gengt. Já. En mér langar aðeins að spöglir með veðrið. Manst eftir einhverju sérstöku í veðrinu hér eða veðráttunni sem að var gott eða vont? Eða sérstakt? Nei. Það er gott að það er ekki alltaf eins bara. Já, tilbreytingin er góð. Já. En miðað við Reykjavík, þegar þú kemur þaðan, fannst þér eitthvað viðbrigði vera? Já, ég var nú. Ekki mikið að spöglir í þessu? Nei. Við höfum bara alltaf gaman að ferðast. Já. Var það svona þitt helsta áhugamál? Já, og skoða náttúruna. Skoða náttúruna. En þú varst líka eitthvað svona fást við að mála og... Já. Já.
Ég var í kvöldskóla í Handíðaskólan. Já, Þegar ég átti heima. í Í Reykjavík. Reykjavík. Já. Og lærðirðu þar? Já, ég lærði svona undirstöðu atriðum þar. Já, Það var tískumaður kendi. Þýskur? Já, Kurt Schiel. Þetta hann heit kalla. En íslensku sko forstjórinn, Lúðvík, nei, já, sem var að kenna líka. sem að stofna þennan skóla, sko. Já. Og hvað varstu helst að Ég var sinna hér? undirstu aðtöfni teikningu og fara með liti. Já. Ég hef séð eftir þig málaða svona rekaviðadrumba Já, og hefur átt ekki ég einhver byrjaði málverk. bara á því hérna, sko. Já. Sem þú svona týndir í gönguferðum og, Já, hérna á fjörunum og átt ekki þá heilmikið safn af Nei, listmunum. það er bara hingað og þangað, held ég. Hingað og þangað. Verður segja í útlöndum. Já. Ég er búin að frétta það. Já. Varstu þá að selja? Já, það var listina? selt, já. Já, gaman af því. Og var það ekki hvati til þess að halda, var það ekki bara góður hvati til þess að halda áfram? Jú. Það er bara, Já. Heyrðu, en mér finnst þetta bara mjög áhugavert að heyra svona hvað þú hefur haft að segja og ég held að við bara látum þetta gott heita í bili. Við skulum leyfa þér eiga bara afmælisdag núna áfram. já, fyrir. Mér langar svolítið að spyrja hvort ég megi taka eina mynd af þér. Já, Já. þetta er langt.